Komið sæl, við heilsum ykkur hérna sunnan en við erum stödd fyrir utan Auðkúlu kaffi rétt hjá Hellu þar sem Birna Bensen og Páll Benediktsson búa en þau eru Reykvíkingar í húð og hár og fyrir 2 árum síðan rákust þau á kúluhús til sölu rétt hjá Hellu og ákvaða að stökkva á það og búa í því. En eins og alþjóð veit var heimsfaraldur rétt að byrja á þessum tíma en þau ákvaðu að opna kaffihús í inni garðinum eins og þau kallan árið seinna sem gekk gríðarlega vel. En þau opna næst 1. júní, endilega kíkja á þetta, en við tókum Birnu tali. Ég er að reka kaffihús á sumrin, byggja hús til þess að leigja út allt árið umkring, þau komu upp í sumar. Og svo er ég bara að njóta þess að vera til, hafa gaman. Æðislegt. Geturðu sagt mér aðeins svona frá þessu kúluhúsi? Já, kúluhúsið er magnað. Það er í raun og veru, þetta er töfrahús. Einar Þorsteinn Ásgeirsson byggir húsið og fyrir hana Gerði sem var fædd 1929 og þegar hún var orðin ekkja, rúmlega 60, þá var hún að vinna hérna niður á Hellu í Tjaldborg. Og eitt kvöld er hún seint að vinna og þú veist, bara ein í húsinu og þá heyrir hún bara sakta ofan, þú átt að byggja kúluhús. Og hún hugsaði bara stelpunar eitthvað að gera grín að mér og svo fyrir hún heim og enginn í húsinu og þá fyrir hún eitthvað að fletta í plötum, allar setja plötu á fóninn og dettur út svona gamalt morgunblað. Hún opnar það og þá er heilsíðu viðtal við mann sem byggði kúluhús á Ísafirði. Þannig að þá hugsaði hann, þetta er teikn. Svo hún hringdi í þennan mann, hann kom inn í samband við arkitektinn, Einar Þorsteinn Ásgeirsson, og saman þá fóru þau í þessa vegferð. Hann teiknaði, hún var aldrei ánægð, þetta var aldrei nógu stórt, hún ætlaði að búa í það. Og svo endanum var þetta hús til og þannig að hún flutti hérna inn 94, bjó hér alltaf ein í yfir 30 ár og hún ræktaði allt sem er sem við sjáum hérna í innigarðinum, þetta er svona miðjarðarhafsgróður, það er síbrus, það er Tenerife pálmi, Tenerife bergflétta, það eru rósir og þetta er náttúrulega ótrúlega fallegt finnst okkur. Og svo ræktaði hann allt sem er á þessari jörð, þetta er 6,5 hektari og þetta er skógi vaxið. Hér var ekkert 94. Þannig að þetta er mögnukona. Og hann, Einar Þorsteinn, var líka magnaður maður. Hann er, þú veist, já, hann er bara, hann teiknaði til dæmis, var í teyminu sem teiknaði dómin yfir, Ólympíuleikvanginn í München. Hann á, kubbana utan á hörpunni, hann vann með Ólafi Elíassyni yfir 20 ár, þannig að hann á formið, kubbaformið. Og svo var hann náttúrulega mikill kúluhús og frömuður og hann hélt þegar hann fyrir að stað í kringum 1970 eitthvað að reyna að selja Íslendingum kúluhús af því það væri náttúrulega allir Íslendingar ættu að vera með innigarð, þetta er svo stutt sumur, langir vetur, þannig að þú veist, hann hugsaði hús, innigarður, úti. Allir myndu náttúrulega hoppa, þetta er alveg bara svona, þú veist, algjör bóla. En það varð ekki, en það eru svona 8, ég held að þau séu 8 kúluhúsin sem eftir hann á Íslandi. Og það er verið að byggja eitt eftir gamalli teikningu í Mosfellsbæ. Þannig að hann var magnaður líka og þau voru svona, held ég, þau voru svona andlega skyld, Gerður og Einar. Af því að þegar það átti að fara að byggja kúluhúsið, þá var átti að standa 14 metrum, það gamli þjóðvörunum Suðurland liggur jörðina, þar átti húsið að standa. Og svo hringir Einar í hana frá Ameríku og segir, Gerða, ekki bara býta aðeins, ég er að senda þér mann, ekki taka grunninn strax. Og hann flýgur manni frá Akureyri, Brynjólfi nokkrum, sem var alltaf kallað Binni Pinni, sem var með svona 2 pinna til þess að athuga hvort það færi jarðstraumur í gegn, þú veist, upp á að því rafmagn hefur áhrif á okkur. Hann kemur, lappar þar sem húsið átti að standa, og segir svo, hér verður ekkert byggt. Það er bara þvert í gegn svona jarðstraumur. Og þá sagði hún, hvað er það að byggja? Þannig að hann labbaði stóð svo hér byggjum. Og þá spurði hún, heldur þessi gott byggingaland? Og hann alveg fór svona út úr sjálfum sér og sagði svo, jú, hér er frábært að byggja. Varstu sammála því? Já, hér er frábært og hér er náttúrulega bara, þú veist, húsið það er eins og búið í töfrahúsi að búa hérna. Það er töfrum líkast, ég menn út með þennan gróður, þú veist, gróður hefur, held ég, gott, þú veist, gerir manni gott. Þú ert með þetta allan ársins hring. Þannig að þú veist, það er svona sagan á bak við kúluhúsið og svo bara sjáum við þetta auglýst á MBL
og svona þurftum aðeins að hugsa, við byggum bara í bænum á Mjólkbrautinni, í litlu ráðhúsi. Hafið alltaf búið í Reykjavík? Já, við höfum alltaf búið í Reykjavík, við erum bæði fædd og uppaldir Reykjavíkingur. Ég bjó reyndar í Skaftafelli í 12 ár, í þjóðgarðinum í Skaftafelli í Öræfunum. Það var mjög skemmtilegur tími, þegar ég var mjög ung. En annars vorum við bara bæði þar. Svo bara ákvaðum við að hoppa og flytja hingað. Var eitthvað annað en MBL sem hafði áhrif? Já, við náttúrulega komum og skoðum, okkur náttúrulega alltaf langað að skoða þetta hús. Og það var svona haust, þetta var alveg svona pínu hrátt, en þetta var bara svo dásamlegt. Og við vorum alveg búin að hugsa hvað við ætlum að gera, við restina af lífinu okkar. Okkur finnst gott að vera saman, langað að vera saman. Ég var alveg til í að fara að skipta gera eitthvað annað, og Palli var komin eftirlaun. Og svo veltust við í vafa svolítið, svo bara einhvern veginn, verður maður að stökkva. Ég meina því ef þú veist ekki, ef þú tekur ekki ákvörðunina, ef hún var röng, þá veistu allavega að þú tókst ranga ákvörðun. Ef þú gerir ekkert, þá veistu ekki hvort það var rétt eða rangt. Og þetta var sko 100% rétt ákvörðun. Við erum alveg hrikalega hamingjusöm hérna. Þetta er náttúrulega heimilið okkar. Þannig að svo á sumrin, þá bara breytist innigarðurinn í kaffihús frá 10 til 5. Og svo bara preppum við hérna eða tökum allt til í eldhúsinu sem eldhúsið okkar eftir klukkan 5 og fyrir klukkan 10. Og klósettið hérna inni í húsinu, þannig að fólk þarf að koma inn í húsið. Þannig að ég held að þetta sé alveg frekar kósí. Og svo erum við bara hérna 2, fengum reyndar hjálp þegar börnin okkur sagði, þegar þú komið einhvern tímann að uppvaski náðinast upp í svefnherbyggi. Og við vorum með manneskju með okkur sem var bara mjög gaman. Og svo voru bara allir rosa ánægðir. Og við erum bara með mjög einfaldan matseðil, við erum bara með vöfflur og svo erum við með hjónabandssælu og súkkulaðiköku, allt heimabakað. Og svo bara brauð með 2 áleggstegundum. Og svo bara kaffi og svo hefur við komið svolítið á hópum og komið hérna í fordrykk til dæmis, þú veist að það gistir oft fólk á Strakta eða Ranga og þá hafði komið hérna í fordrykk að því við erum með litla vínveitingaleið, sem sagt léttingsleið. Það hefur bara verið mjög gaman og þá hefur við haldið svona smá tölu yfir hópunum, þú veist, Gerði, Einar, Gúlhúsið, Gróðurinn. Þannig að þetta er bara, já, við erum bara, við byggumst alveg eins við í síðasta sumar, að setja bara 2 hérna, þú veist, allt sumari. En það var bara svo mikið að gera og það var rosa gaman. Við vonumst til að vera aðeins fleiri sólardagar í sumar, því það er svo næs. Já, við ætlum að opna í sumar og gerum ráð fyrir að opna 1. júní, verðum opið frá 10 til 5, frá miðvikudögum til sunnudags, lokað á mánudögum og þriðjudögum. Þú veist, við bara vonumst eftir að sjá sem flesta í sumar. Þetta er algjör paradís og sumrin þetta er dásamlegt.